Takk fyrir. Já. Ég heiti Aron, ég kem fyrir hönd Veitna og ég ætla að fá að segja ykkur aðeins frá verkefni sem við erum mjög stolt af og höfum verið að vinna í miklu samstarfi við Rafal, sem vöktun á vatnsþrýstingi á Nesjavöllum og völdum svæðum. Veitur sér heitt vatn fyrir það bil 65% af landsmönnum. Og það náttúrulega bæði höfuðborgarsvæði sem stór hluti, en líka önnur svæði allt frá Stykkishólmi niður önnur svæði frá Hvolsvelli. Með svona fjölbreyttu svæði þá þykir okkur mjög mikilvægt að hafa eins góða sýn á okkar eigin kerfum og hægt hvort sem það hjá notendum eða í virkjunum okkar og þar sem fáum vatnið, eins og Nesjavöllum. Nesjavellir eru smá skemmtilegt dæmi, þar sem Nesjavallæðin, þar sem það cirka 20 og eitthvað kílómetra lengd í ekkert besta færi alltaf, bara þegar kemur snjór og vetur og vegurinn loka og slíkt. Og það getur skipt miklu máli að fylgjast með þeim, þar sem það mikil hæðamunur á hvar daglutin okkar eru og hvað topparnir eru eins og sést á myndinni. Af því að þegar þrýstingur fellur sem gerist inn á milli, að þá ef hann fellur of mikið í toppunum, þá getur vatnið byrjað að sjóða í lögnunum sem hefur ekki það góð áhrif á lögnirnar. Við höfum verið með mæla þarna og verið að senda fólk reglulega til að kíkja og fylgjast með. En það eru mikið af þessari mæla sem þarf að einmitt fara og kíkja á. Og það náttúrulega mikið mannafl sem fer í það og tími. Þannig að við höfum verið einmitt að reyna að setja snjallmæla og slíkt til að fylgjast með þessu og geta alltaf séð það. Hvernig við höfum verið að gera þetta að við erum með bara standard einfalda 4 til 20 milliampera skynjara sem við tengjum við LoRa-kerfi sem Rafal setur upp með okkur í gegnum Akensa. Og það fer einmitt beint í Akensa-kerfið þar sem að þið taka gögnin saman, vinna úr gögnum og senda svo til okkar. Þaðan tekum við það yfir í okkar gagnasöfn og yfir í okkar landupplýsingakerfi. Hér dæmi uppsetninguna eina af uppsetningunum á Nesjavöllum og við erum með 5 svona stöðvar núna. Vegna þess að við treystum ekki alveg hver gott að komast að þeim ef eitthvað gerist. Það hafa verið batteri sem endist árið og sólasellur til öryggis til að toppa aðeins af á sumrin og slíkt, svo við þurfum ekki að fara alltaf í endalaust viðhald þarna. Þessi nema senda svo cirka 4 tíma fresti nýjustu upplýsingar stöðuna á þrýstingnum, svo við erum alltaf með ágætt gögn og endast lengur. Nesjavellir ekki fyrsti staður sem við prófum þetta á. Við byrjuðum á höfuðborgarsvæðinu, þar sem við erum núna með 50 staðsetningar, bæði heitu og köldu vatni. Og þar koma gögnin á 10 mínútna fresti og jafnvel oftar. Og gegnum Akensa-kerfið hefur verið að breyta því eftir hvort við viljum fá hærri upplausn á svæðinu eða ekki. Þetta eru 6.400 skilaboð á dag og þetta hefur gengið nægilega vel til að við erum að fara að snarauka þetta á næstu mánuðum. Það elskar að fá gögn og nóga gögnum, en hvað ætlum svo að gera við gögnin fyrir utan það að horfa bara á hvernig staðan nákvæmlega núna. Og Veitur með mjög öflugt gagnalíkana teymi sem býr til líkön af höfuðborgarsvæðinu og öllum stöðum eins og Hvolsvöllum, Stykkishólmi og þeim. Og við notum líkanið til dæmis í það að ef við erum að skipuleggja að skrúa fyrir pípu út vegna viðhalds ef eitthvað gerist, að það getur sé hvað áhrif það hefur á viðskiptavinina fyrirfram og reyna að koma svona óvæntum viðbrögðum aðeins niður. Til að hafa eins góð líkön og hægt þá höfum við að nota einmitt net af þessum mælum til að samræna við líkanið og laga það alltaf, þannig að einmitt gögnin séu betri og ef eins og við lokum, þá getum við fylgst með hvort að líkanið sé ekki einmitt eins og við spáðum að æði. Svo við líka með til dæmis rekstur, þar sem að fólk að hringja, eða þjónustu, þegar fólk að hringja inn, þá getum við notað bæði líkönin og einmitt þessa mæla til að athuga hvort að þetta þrýstingsvandamál sé hjá notandanum sjálfum eða hvort þetta sé vandamál á staðarsvæði eins og götunni eða hverfinu.
fyrir ykkur sem fylgir með fjármálin aðeins, þá höfum við líka á ákveðnum svæðum verið að hafa þrýstingin bara nægilega háan til hann komist alveg örugglega til alla og sem alveg örugglega skila okkur og jafnvel vel yfir það. En núna með því að setja þrýstingina á alla leiðilegust, eða eins mikið af leiðilegum stöðum hægt hefur við getað minnkað aðeins á ákveðnum stöðum þann þrýsting sem spara mikið í bara rafmagnsgjöldum og slíkt fyrir hitaveituna sem ansi mikið. Nú, eftir að hafa prófað að setja upp svona mæla á Nesjavöllum, þar sem aðstæðurnar eru hræðilegar, þá var mjög lítið fyrir sig við að prófa að setja á önnur svæði sem við viljum fylgjast með eins og Hvolsvöll og reyndar Kjalarnes. Það sem við erum með líkön og slíkt en höfðum ekki mæla til að samanrenna það við. Og sem gott dæmi á Hvolsvelli sérstaklega, áður en við vorum komið mæli þar, að þá var ég að senda skilaboð á samstarfsfélaga sem bjóð þar á slæmi stað og ég held að enginn verið jafn hamingjusamur að fá mælið þarna og hann, svo ég gat hægt að bögga hann. Hvolsvöll og Kjalarnes gekk mjög vel og þess vegna höfum við verið að skoða einmitt svæði eins og Stykkishólm og fleiri og reyna að koma sig á öll þau svæði sem við höfum til að bara einfaldlega útvega bestu þjónustu sem við getum. Út frá þessu þá datt ykkur í huga að hugsa aðeins út fyrir boxið og ekki bara fylgjast með þrýsting á öllum svæðum, heldur einmitt líka bakgrás þar sem að á ákveðnum svæðum höfum við verið að skila vel nægilega góðum þrýsting en samt hafa notendur kvartað út af þrýstingsvandamálum og hefur það rekist til að bakgrásin réð ekki við það vatnsflæði. Þannig að nú erum við byrjuð að setja það inn og við erum með það var tilraunaverkefni í gær en það er búið að ákveða að setja það á fullt í dag eftir það geði gleðirnar að við erum með mæla á ákveðnum síum þar sem við erum að passa upp á að óhreinindi fari ekki til fólks en þær fyllast sem ansi hratt og í staðinn fyrir að vera með mannskap að kíkja reglulega á þær að þá höfum við verið að prófa að setja bara þrýstimæla sikkurinn við af því að þegar það fyllast þá kemur þrýstitap vegna þeirra og þá getum við strax flaggað í staðinn fyrir að bíða eftir rútínu að það passi upp á að við náum þessu. Þetta er svona í stuttu máli þrýstiverkefni sem við erum búin að vera að vinna að og við erum bara rétt að byrja. Takk fyrir mig.